takk fyrir, já, ég elska þig stormur. Ég hugsa að þetta hafi örugglega vakið athygli ykkar og ég vona allavega svo sé og ég hlakka til að deila þess aðeins með ykkur. Það er mér ótrúlega sönn ánægja að fá að vera hérna með ykkur í dag sem nýr framkvæmdastjóri Climeworks á Íslandi og fyrir hönd þessa fyrirtæki sem er sannarlega eitt af þessum framsæknu fyrirtækjum sem við finnum hérna í jarðhitagarðinum og ég segi framsækið fyrirtæki sem það eru það svo sannarlega og það eru hinn fyrirtækin sem eru það líka. Þau eru ekki eina fyrirtækið, og við erum framsækin öll sem erum þarna í þeim skilningi að öll höfum við staðið frammi fyrir því að berjast í mótlæti og mótvindi. Við höfum tekist á við alls konar mistök og áskoranir sem við fengið að læra af. En við höfum líka lært að vinna saman og standa saman og það var ótrúlega ánægjulegt að heyra í ráðherra hérna áðan þegar hún lýsti því meðal annars að nýsköpun er sannarlega vinna og hún er samvinna. Og hún er samvinna okkar allra, hún er samvinna þeirra sem eru á einkamarkaði og hún er líka samvinna hins opinbera. Og það er hins opinbera að koma duglega inn, styðja við nýsköpun og gera betur þegar við stöndum frammi fyrir þeirri áskorun sem er að búa til í raun og veru nýtt samfélag. Nú kann ég ekki á þetta apparatina, mér langar í nýjan texta. Þess að tæknin er ekki mitt mál. Ég er lögfræðingur, einhver er heimspekingur, ég kann ekki að tækni. Þannig að þetta er mjög ánægjulegt. Get ég ekki skrollað þetta hérna? Bara manuált. Svona? Ekkert mál. Já, ég vil vera hinniglærn. Við erum mikið búin að vera að læra eða í umræðinni núna lestur og læsi barna sérstaklega. Eitt af því sem ég man úr barnæsku til dæmis það að hafa þurft að læra ljóð utan að. Ég geri það ekki lengur, þannig að þess vegna þarf ég núna að fletta í tölvuskjánum af því ég kann ekki ljóðið utan að sem ég ætla að fara með fyrir ykkur, sem er náttúrulega hræðilegt. En svona er það stundum. En titill heitisins á erindinu, ég elska þér stormur. Þetta sækir augljóslega í ljóðið Stormur eftir Hannes Hafstein, þar sem að skáldið er að fagna krafti náttúrunnar og þeim umbreytingum sem að náttúran getur valdið. Og mér langar að byrja á að fara með þessi erindi fyrir ykkur sem að ég held að muni tengja vel við þetta og þau hughrif allavega sem að ljóðið hefur valdið hjá mér tengja gríðarlega vel við þessa áskorun sem að hlýtur að vera nýsköpunarfyrirtæki, hvernig Climeworks hefur til dæmis tekist á við þann mótbyr sem að það hefur mætt á sama tíma og vera leiðandi í því að fanga kolefniseiningar úr loftinu og að binda þær varanlega. En þetta svona. Þú þenur út seglin og byrðingin ber og birtandi andhreinn jörðina fer. Þú loftíla dáðlausu lognmollu hrekur og lífsanda starfandi hvarvetna vekur. Og þegar þú sigrandi foldina fer, þá finn ég að þrótturinn eflist í mér. Þetta finnst mér fallegt og þetta finnst mér lýsandi fyrir nýsköpun og sérstaklega þessa nýsköpun. En hvað erum við eiginlega að gera? Helga Kristín fór aðeins inn á það áðan hvað Climeworks gerir og hvernig og það er mikilvægt fyrir okkur að við séum meðvituð aðferðafræðina og tilganginn með þessu öllu saman. Climeworks var stofnað árið 2009 af 2 vélaverkfræðingum sem að kynntust við ETH háskóla í Zúrich, þeim Christoph Gebald og Jan Wurzbacher. Báðir deildu þeir gríðarlegum áhuga á verkfræði en ekki síður áhuganum á því hvernig væri hægt að takast á við loftslagsbreytingar. Og hvað þeir gætu gert til þess að leggja sitt af mörkum til þess að draga úr þessum áhrifum sem eru að ógna lífsgæðunum okkar. Þeir fengu þarna hugmyndatækni sem að væri ekki til þess fallin endilega að draga úr þeim daglega kolefnisspori sem að við erum öll með, hvort sem við séum fyrirtæki eða einstaklingar.
heldur tækni sem væri til þess fallin að fanga hinn svokallaða svona neikvæða útblástur. Það er að segja, við þurfum allir að gera betur hvað varðar 90%. Climeworks að horfa á það, hvernig getum við komist lengra, hvernig getum við eytt þeim áhrifum sem að koltvísýringurinn hefur haft hjá fyrirtækjunum sem að geta eðli starfsemi sinnar vegna ekki dregið úr áhrifunum sínum, til dæmis flugsamgöngur eða stórskipasamgöngur, og líka þann sögulega koltvísýring sem nú þegar er farin út í andrúmslofti og er enn að hafa áhrif. Hvernig getum við fangað hann? Nú, við Íslendingar, við hlægjum stundum að þessu, við segjum, loftslagsbreytingar. Það er ekki bara jákvætt, viljum við ekki öll hafa aðeins hlýrra hjá okkur. Þetta er nú búið að vera hálfglata sumar og sumar eftir sumar undir 10 gráðum með meðalhita, en náttúrulega kannski ekki spennandi. En öllu gríni fylgir einhver alvara og ég hugsa að við hlægjum kannski ekki rosalega mikið þegar við finnum það að fiskistofnanir okkar og miðin fara að hopa af því að vatnið í kringum okkur er orðið of heitt. Þegar við finnum það á eigin skinni að breytingarnar eru raunverulegar, þetta er ekki flökkusaga og hún mun hafa áhrif á lífsgæðin sem við viljum gjarnan varðveita. Ok, af hverju Ísland? Þetta virðist vera mjög mikið stefið og ég skil það vel. Af hverju er svissneskt fyrirtæki að velja Ísland til þess að byggja upp starfsemi? Jú, af því hérna er þetta allt saman. Ísland er í sjálfu sér algjört gósen land fyrir svona nýsköpun og fyrir þessa ótrúlegu tækni. Til þess að geta gert þetta vel og með það markmið sem að alltaf verið að byggja á að framleiðslan verksmiðjan sjálf, hún sé að sjálfsögðu með eins lítið kolefnisspor og hægt er. Hvað þurfum við þá? Jú, við þurfum endurnýjanlega orku, bæði í rafmagni og í hitaveitu. Heitt vatn og gufa gegna lykilatriði í framleiðslunni og hana fáum við svo sannarlega hjá vinum okkur í ON á jarðhitagarðinu. Og það er ekki nóg með það að hér séu þessi endurnýjanlegu orkugjafar til staðar. Hérna eru líka til staðar aðrir leiðandi sérfræðingar sem eru fremstir á sínu sviði við að binda koltvísýringinn varanlega. Og þetta er að sjálfsögðu það sem við stefnum að vera með heildstæða lausn þar sem að við erum að gera þetta til framtíðar. Ég seti upp svona mjög einfalda mynd. Ég var svona að reyna að útskýra hvernig væri best að útskýra þetta á eins einföldum leikmannsmáli og hægt væri, hvað við gerum. Jimmy Fallon í Saturday Night Live gerir grín að Climeworks með það að spyrja, er þetta ryggsuga? Já, þetta er ryggsuga. Munið eftir Rainbow-ryggsugunum sem varu verið að selja í faransölu. Þeir eru kannski mörg svo ung að þið kannski munið ekki eftir því. En þar var einmitt svona ryggsuga sem að dró alla drulluna upp í vatn, svona vatnstang, þar sem þú gast svo hreinsað allt jukkið. Þetta er ekkert ósvipað. Við erum með risastórar viftur þar sem við drögum inn koltvísýringinn. Það er ekki reyndar rokið sem hjálpar okkur þar. Við þurfum að nota viftur. Og þarna söfnum við honum saman, notum sérstakt leysiefni þar sem að binst við koltvísýringinn, notum okkar svo frábæru gufu sem að vera 100 gráður frá ON, sem að leysir efni til sín, myndar þennan vökva sem að við svo færum yfir til Carbfix í brunnin sem er þar. Í raun og veru erum við þá komin með sódavatn sem að við dælum niður. En þar verða þessi vökvi verður að þessu gríðarlega góða basalti af því að við erum svo lánsum hér að undirlagið sem að einkennir að hluta til Ísland er þetta gljúpa basaltundirlag sem að gerir okkur kleift að varðveita koltvísýringinn þar ókomna tíð. Ég ætlaði rétt svona stuttlega að rekja söguna fyrir ykkur. Það er ótrúlega gaman að sjá fyrsta verksmiðjan sem að Climeworks setur upp
Við sjáum hérna fyrst það sem við sjáum DAC 1, Direct Air Capture 1. Þetta bara svona ein birtingarmynd af einum litlum hreyfli í sjálfu sér, eða viftu sem sem byrjuð með. Capricorn sem kemur 2017 lítil verksmiðja líka sem að finna í Basel í Sviss. Og þar voru þeir ekki að binda koltvísýringinn varanlega, heldur var koltvísýringinn í raun og veru hreinsaður og notaður til þess að framleiða sódavatn í samstarfi við Coca-Cola. Þannig að það margt hægt að gera, en það reyndir ekki varanleg binding og það það sem við viljum gera. Tækifæri kemur upp hér í jarðhitagarðinum, öll púslin smella saman og við komum og setjum upp orku. Helga fór aðeins yfir orku og hvað hún gerir. Hún getur fangað 4.000 tonn af koltvísýringi á ári og betur má að duga skal, þannig að við opnum núna í maí Mammoth sem 10 sinnum stærri. Og það sem skiptir líka gríðarlega miklu máli í þessari starfsemi, það skiptir allavega mig máli. Ég svona frekar fergöndu og kassala og ég þarf að skilja hvað máli snýst. Að þetta vottuð starfsemi. Hún sérstaklega með vottun frá Puro og einnig með viðurkenndar kolefniseiningar hjá Nasdaq. Og það skiptir máli þegar við erum að tala vísindi að við séum með eitthvað til þess að staðreyna. Þetta ekki orð á blaði, þetta vottað ferli. Mig langaði að segja ykkur aðeins nokkrum lykilatriðum frá Mammoth, en hún eins og Helga nefndi, þetta stærsta kolefnisföngunarverksmiðja í heimi og það algjörlega frábært að við séum með hana hérna á Íslandi. Af því að Ísland til fyrirmyndar þegar við komum að þessu og við eigum að njóta þess að vera áfram til fyrirmyndar, búa til landslag fyrir nýsköpunarfyrirtækin, fyrir orkufyrirtækin, til þess að fá að vaxa. Fá að dafna hér og við höfum tekið gríðarlega stór skref í að styðja við þessa starfsemi og það mikilvægt að halda áfram að gera vel. Núverandi vinnslugeta hjá Mammoth, hún enn í uppbyggingu, eru 12 svokölluð vinnsluhólf og skilar í dag 6.000 tonnum af koltvísýringi og fyrsta vottaða tonnið var framleitt núna í maí. Þetta gríðarlega umfangsmikil starfsemi og það voru yfir 200 verkfræðingar sem komu að uppbyggingu verksmiðjunnar og fyrirséð að störfum þarna muni fjölga í samræmi við takt við starfsemina eftir því hvernig henni vindur fram. En við göngum út frá því að fullri virkni verði náð núna í ársbyrjun 2026. Þá verðum við komið með 72 svokölluð vinnslubil og getum fangað alltaf 36.000 tonn. Flest þekkjum við einhverja einsýn, höfum við einhverja einsýn inn í það hvað við þurfum að binda mikið. Það ljóst að við þurfum að vinna á mun stærri skala heldur en 1000 tonna, við þurfum að fara í gigatonn ef við ætlum að ná einhverjum árangri á þessu sviði. Og við erum sannarlega í nýsköpun ennþá og við erum ennþá í þróun og bæta verkfærið sem við höfum fengið hérna með Climeworks í að binda koltvísýring. Og hér lítið dæmi. Climeworks eru með 15 stöðvar allan heim, ýmist þróunarverkefni eða stöðvar sem eru nú þegar komnar á fót. Og það skemmtilegt að segja frá því að við erum að byggja núna fyrstu stóru verksmiðjuna sem eru þá 10 sinnum stærri heldur en Mammoth, að framkvæmdir við þær eru að hefjast núna í Bandaríkjunum. Öll þessi landsvæði þegar þið sjáið punktana, það ekki tilviljun að þetta séu landsvæði sem verða fyrir valinu, því að þau eru öll líka með þennan eiginleika sem að Ísland með, þannig að við erum þarna í samkeppni. Við erum þarna með mikið af endurnýjanlegri orku, sérstaklega hjá Kenía og í Óman, og þar erum við líka með þessi geymslurými eins og við erum með hérna á Íslandi, ekki reyndar í formi glúps basalts, heldur til dæmis í formi
ónýttra eða ofnýttra olíu- og gashella. Ég vona að ég hafi svona náð að vekja einhvern áhuga hjá ykkur á þessu magnaða ferðalagi sem að Climeworks hefur farið í gegnum. Frá því að vera 2 verkfræðinemar við ETH að hugsa mögulega tækni til þess að fanga koltvísýring, yfir það að vera nú með yfir 500 manna fyrirtæki heim allan með 15 starfsstöðvar að breyta heiminum. Aftur langar mig núna að enda á orðum Hannesar Hafstein, þar sem hann segir: Ég elska þig eilífa stríð, með ólgandi blóði þér söng minn ég býð. Þú alfrjálsi hamastur hraður, hugur minn fylgi þér djarfur og glaður. Höldum áfram, saman, djörf og glöð. Takk.